Nú er svo kalt á Íslandi að það er erfitt að stríplast á götum úti, því miður. Ég hef alltaf verið hlynntur nekt sem uppreisnar og ögrunar fyrirbæri. Komið þið sæl og velkomin að Skjánum. Í þessum þætti Auðmæla ætlum við að kynna okkur birtingarmynd hinsegin samfélagsins og baráttu. Hinsegin dagar eru líklega þekktasta birtingarmynd baráttunar og gleðigangan er einn stærsti menningarviðburður ársins. En hvert er mikilvægi gangunar og er eitthvað til í umræðu að gangan sé klámvædd? Er hinsegin samfélagi klámvæddara en aðrir kímar okkar samfélags? Já, ég hef alveg aðeins tekið eftir þessari klámvæðingar umræðu í tengslu við hinsegin fólk, en ég hef kannski ekkert alveg verið að grilla mig upp úr henni samt, sko. Ég svona að segja eins og er. En mér finnst náttúrulega bara æpandi samt hversu, holur hljómur það er að einhver, hópur fólks, stekkur á það að hinsegin gangan sé svo brjálæðislega klámvædd, en svo þegar við með, klámvæddar auglýsingar á hverju einasta strætóskilti, vetur eftir vetur og enginn skrifar í blöðin það að börnin eigi að hætta að fara í strætó, ég hef ekki heyrt marga að halda því á lofti, þá verður þetta einhvern veginn, þá verður eitthvað svo augljóst og það er eitthvað annað sem býr þarna að baki, fólk er ekki svona brjálæðislega æst yfir því að einhver sé að sýna hold á götum úti. Það er brjálæðislega æst yfir því að einhver samkynhneigður karlmaður sé að sýna bert hold á götum úti. Ég myndi ekki segja að hinsegin samfélagið væri klámvætt, en svona ekki heilt á litið. Það er samt alveg til klámvæðing í hinsegin samfélaginu, maður sér það kannski, samt ekki í Íslandi. Ég hef ekki orðið mjög vör við það í íslensku samhengi. Mér finnst ég sjá þetta aðalega á svona, í erlendum miðlum, í svona mjög klámvæddar auglýsingar í kannski erlendum tímaritum sem eiga að höfða til samkynhneigðra karlmanna sérstaklega og eitthvað þannig. Mér finnst ég, eins og ef ég er áskrifandi á einhverjum svona, á einhverjum hinsegin netmiðlum erlendum, þá finnst mér ég vita aðeins svo mikið hvað erlendar klámstjörnur gera við sín tíma, en í íslensku samhengi alls ekki. Það hafa auðvitað í gegnum tíðina verið alls konar gagnrýnisraddir í garð gleðigöngunar og bara alveg eins og allrar annar hinsegin baráttu og bara baráttu almennt. Og ég held oft á tíðum eru þessar gagnrýnisraddir bara mjög hollar fyrir okkur. Við þurfum auðvitað að heyra það sem að fólki í kringum okkur hugsar, það sem fólki í kringum okkur hefur út á okkur eða það sem við erum að gera að setja. Stundum lærum við einfaldlega af því og gerum hlutina betur, en stundum finnst manni þessar raddir kannski ekki alveg eiga rétt á sér og geta hreinlega bara orðið særandi. Og ein af þessari umræðu sem hefur komið upp er meðal annars klámvæðing hinsegin daga og gleðigöngunar. Samfélagið allt það er auðvitað orðið bara gríðarleg klámvæðing í samfélaginu í gegnum tíðina og þetta er bara mjög langt síðan að hún hófst. Hún er kannski orðið svona, eftir því sem að lengra líður, beinskeyttari, orðið frá því að vera einungis eggjandi út í það að vera hreinlega bara nekt mjög víða og einmitt í auglýsingum og hinu og þessu sem að þetta sést. Þannig að gleðigangan hefur kannski tekið einhverjum breytingum líka bara eins og hvað annað. Það getur meira en verið. Og gleðigangan auðvitað á að sýna alls konar hópa innan hópsins okkar. Það eru bæði auðvitað staðalímyndirnar sem að fólk hefur í huga. Ég meina, það er alveg til trukkalessur og það er alveg til glimmerhommar og það eru til leðurhommar og svo margt annað. Hvort sem það er meðvitað eða ómeðvitað, þá höfum við verið með svolítið svona sexuality in your face dæmi gegnum tíðina sem er ekki þörf fyrir núna og manni finnst svolítið úr takt þegar maður sér eins og þegar maður sér göngur erlendis
þar sem að það eru bara olíubornir menn á sko einhverju gafni, þú veist liggur við, að og göngunar eru meira og minna svoleiðis. Það eitthvað sem er bara ekki partur af göngunni okkar og hefur í rauninni ekki verið nema jú, það var í den, þá var MSC með leðurhamavagnin og hann var náttúrulega alltaf mjög umdeildur en ég meina hluti af okkar kúltúr og hluti af okkar senu. Ég finn alveg svo mikið að það er ekki svona ákveðna staðalímyndir fatlað fólk og til dæmis það að fatlað fólk er svolítið álitið bara kynlaust. Þú veist, við tölum alltaf fatlað fólk sem einn hóp, það var eitt klósett fyrir allt fatlað fólk og það var kyni og hvernig og það er eitthvað svona kynlaus í rauninni hóp og kynlaus umræða hóp og auðvitað með því að vera samkynhneigð þá var ég svolítið að brjóta svolítið út úr þessu kynleysis voksi af því að fólk varð það að horfast yfir það að ég væri bara kynvera og ég fann það alveg að öllu svolítið svona óþægindum hjá fólki út af því að það er miklu auðveldara einhvern veginn bara svona að líta fram hjá því að þú sért kyn og verður gagnkynhneigð því það var það kannski ekki eins og mikið sem þarf ekki að ræða einhvern veginn það er bara svona gefið. En ég samkynhneigð og kemur út af skápnum og þú ert einhvern veginn svona að, já, þú finnir svona alveg að gefa þetta kyn og þú ert kyn og kynvera og ert að hugsa þessi hluti sem að koma það fólki á óvart. Sko, bæði gangan hér og náttúrulega víða erlendis hlutirnir eru oft bara sagðir svolítið umbúðalaust og við höfum svona leyft okkur auðvitað að vera svolítið hispurslaus í því sem við gerum og segjum en ég held að við höfum aldrei farið það langt að verða hreinlega sko ég held að við höfum aldrei farið það langt að vera hreinlega klámfengin eða skemmandi fyrir börn eða hvað það er sem að svona háværustu gagnrýnisraddirnar hafa sagt núna undanfarið og sumt af því sem að fólk hefur leyft sér að setja fram eru náttúrulega bara hreinlega lygar þó að fólk vilji kannski ekki horfast í augu við það og auðvitað snertir það mann. Það er ótrúlega erfitt að hafa lagt sko fleiri klukkustundir og vakað heilu næturnar og allt það að koma einhverju svona á laggirnar því að þessi hátíð náttúrulega heldur sig ekki sjálf. Það er ótrúlega stór hópur af einstaklingum sem að leggja gríðarlega mikla vinnu í þetta og fyrirtæki sem að styðja hátíðina og fleira, þannig að þetta gerist ekki sjálfum sér. En svo koma einhverju raddir frá einstaklingum sem að voru ekki einu sinni á staðnum sem að leyfa sér að einhvern veginn að setja stimpil á einhvern veginn á mann sjálfan eiginlega. Ég viðurkenni að ég allavega, í ákveðnum tímapunkti fór ég að taka þessum hlutum bara hreinlega persónulega. En aftur, ég reynir samt að horfa á það þannig að auðvitað styrkir þetta okkur líka. Við vitum þá kannski hvað við þurfum að skoða betur hjá okkur. Einhverjum hlutum þurfum við kannski að breyta og að hætta að gera, en aðra hluti kannski hreinlega megum við bara vera ennþá stoltari af því að sýna. Af því að enn og aftur þegar upp er staðið, gangan á að sýna hvað við erum ótrúlega fjölbreyttur hópur. Það er ekki hægt að setja einhvern einn miða á okkur öll og segja svona eru hommar eða svona eru lesbíur. Þannig að það eru bara innan hópsins okkar eru líka bara ótrúlega þurr og leiðinleg möppudýr. Það eru bara endurskoðendur og við erum ekki bara listamenn og gleðigjafar í öllu sem við gerum. Við erum bara eins ótrúlega ólík og margbreytileg og allir aðrir. Og það er fyrst og fremst það sem að gangan og líka sýna. Ég held að umræðan klámvæðingu kringum gönguna, ég held að hún sé búin að hreinsast mikið á undanförnum árum, enda búið að markaðssetja sem fjölskylduhátíð og gleðigöngu og annað slíkt. Og ég fyrir mitt leyti pínu sakna þess að sjá einhverja bara í svonum chaps buxum og MSC-vagnin og eitthvað slíkt Og svo þetta, ég meina ég var alveg átt þessa umræðu og lenti í svona rökræðum hvað fólk, þetta þetta einmitt að sjá alltaf kynlíf, þú sér hinsegin fólk eða sérstaklega samkynhneigð, þá bara ferðu beint inn í herbergið þeirra, svefnherbergið og hvað er að gerast þar eða
eða út í garðina, hvað sem það þú veist, þú ert alltaf með þessa hugmynd, sko, þú veist, kynlífið já, það er svo grunnt í þessa pælingu og þá má svo lítið gerast til þess að það sé að stimpla bara klám og kynlíf og hvað sem það og fólk kannski líka, náttúrulega mismunandi skilgreiningar á hvað klám og klámvæðing, sko, þannig að það misjafnt hvað fólk les úr göngunni, mér finnst hún nú bara ansi, svona PC eða þannig og kannski komið með, sko, það fyrir að berjast fyrir réttindum, við þurfum að sanna okkur og sýna við sem eins og hinir til þess að fá að vera með í, þú veist, að fá að gifta okkur og allt þetta og svona mikilvæg réttindi, þetta skiptir máli að fá þetta og standa jafnfætis þar, sko. En þá hefur við kannski þurft að spila eftir svolítið öðrum leikreglum og, sko, og ekki sömu leikreglum að aðrir, þú veist, ég meina, ef eitthvað gagnkynhneigt fólk væri að rölta götuna í sleik, þá væri það ekki kallað klám að sama skapi og eitthvað hinsegin fólk gerir þetta. Þannig að það einmitt þessi, sko, þetta ekki það sama fyrir hinsegin fólk og svo restina, normið eða það. Þannig að, en ég einmitt, sko, mér finnst þetta, þú veist, það alveg skýr mörk, held ég, að mínu mati og svo kannski einhver annar með allt önnur mörk. Svona klám og klámvæðingu varðar í gönguna. En ég vil ekki reynsa þetta of mikið. Þú veist, það þarf að vera hægt að sýna að hinsegin fólk líka, þetta eru líka kynverur, þó að sé nú kannski ekkert eitthvað sjó upp á palli, en þú veist, hinsegin fólk að kyssast út á götu og það þýðir ekki kynlíf eða klám. Og það hefur verið mjög fljótt að fara þangað og ég held að það sé svolítið ríkjandi svo sem með alla sem eru út fyrir eitthvað svona norm. Þú veist, að því að við erum, sko, samfélagið mjög klámvætt, en það gagnkynhneigt klámvætt. Hvað annars sem er hægt að segja þessa, þú veist, umræðu, þá hún allavega mjög augljóslega, mjög svona gætt tvískinnungi. Það má spyrja sig að því hvað lifa þá fordómar í okkar samfélagi. Mér finnst mikilvægt að muna það að þeir verða æ duldari eftir því sem samfélagi verður upplýstara. Í félagsfræðum talað nokkuð sem heitir siðmenntuð hatursumræða. Það er að segja við búum fordóma okkar og hatur í búning sem ásættanlegur og skynjum hann ekki fljótt á liti sem hatur og fordóma. Gott dæmi þetta húmor sem notað til þess að miðla hatri. Og þær raddir koma reglulega upp og þreyta mig ægilega. Það er þetta fólk sem segir, hvað eru þið endalaust að fara í þessa gleðigöngu? Hafið þið ekki fengið all réttindi? Það er ekkert málefnalegt við þessa spurningu. Þess vegna er hún ekki þess virði svarinni málefnalega. En hún er homofóbía, hún er hinseginfóbía, eins og hún gerir skýrust og best. Og ég bið mitt fólk, varið ykkur á þessari spurningu, túlkið hana rétt. Hún er hatursorðræða sem hefur verið búin í siðmenntaðan búning. Við tökum ekki eftir því hvað hún er grimm. Vegna þess að ef að ég og mín fjölskylda gera mig of sýnileg, ef við erum of glöð, þá erum við hættuleg, þá ber að ýta okkur til hliðar. Og ángi af þessari umræðu fjallar nekt í gleðigöngunni. Nú er svo kalt á Íslandi að það er erfitt að stríplast á götum úti, því miður. Ég hef alltaf verið hlynntur nekt sem uppreisnar og ögrunar fyrirbæri. Og nekt, allt okkar samfélag, íslenska samfélag, morar í nekt. Öll auglýsingamennskan, allir nöktu barmarnir og rassarnir og magarnir. Að vísu lítið utandyra vegna þess að það er svo kalt, en enga síður. Svo þegar kemur að minnihlutahópnum, hópnum sem þarf að fá leyfi til að sýna sig, þá er nektin notuð gegn honum. Ef berrasaður drengur birtist í gleðigöngu, þá þarf hann að svara til saka. Og það sem er verst af þessu öllu, homar, lesbíur, tvíkynhneigðir, transfólk,
beygir sig undir þetta. Ég að koma út úr skápnum cirka 1987 í miðri AIDS-paranojunni. Ég kem út úr skápnum af því ég ástfanginn. Ég varð skotinn í minni fyrstu ást og þessar tilfinningar voru svo raunverulegar og margslungnar að mér var skítsama hverjar afleiðingarnar yrðu ef ég kemur út. Mér var alveg sama hvað pabbi mér myndi segja, mamma mér myndi segja, systkini mér myndi segja, allir í skólanum. Mér var alveg sama. Tilfinningin var svo sterk. Mér var líka alveg sama HIV og AIDS. Það var ekkert að stoppa mig frá því að koma út, þvert á móti. Það að þessi pest hafi valdið öllum þessum hryllingi sem hún olli var til þess að allt í einu fór að poppa upp ábyrgar upplýsingar frá ábyrgu fólki í fjölmiðlum og ég, 16-17 ára heima að horfa á sjónvarpið, horfa allt í einu á Kastljósþátt þar sem var sérstaklega tilkynnt að í kvöld mun landlæknir tala opinskátt kynlíf kynvillinga og ég hafði aldrei í lífinu séð svona. Þannig að eins og alnæmis faraldurinn var mikill hryllingur að þá var líka ýmislegt gott sem kom út úr honum. Sjálfsvitundin, ákveðið fólk sem að hingað til hafi verið eitt í heiminum var ekki eitt í heiminum. Auðvitað fór gríðarlega mikil orka í að díla við þennan sjúkdóm og í leiðinni gleymdist það kannski svolítið að margt fólk í okkar röðum var líka að díla við alkohólisma og geðsjúkdóma og ég hef tekið eftir því að kannski yngri kynslóðin af hinsegin fólki gerir sér enga grein fyrir því að þessi réttindabarátta hér á Íslandi sem á sér stað og byrjar í kringum 77-78, þessi barátta kostaði mjög margt fólk annarkvort geðheilsuna, margir mistu geðheilsuna eða létu lífið. Það er þess vegna sem ég er tilbúinn til að fara í geðhvartgönguna einu svona ári til að þakka fyrir mig og að taka ofan fyrir þessu fólki sem á undan mér kom. Ég er líka að fara í geðhvartgönguna til að vera eins sýnilegur og frekastur und að ég er líka að gera þetta fyrir skápakeisin sem eru þarna úti. Ísland er ekki gay-útópía ef þú heldur það. Ef þú ferð inn á venjulega date-síðu, svona einhverja einkamálasíðu og tékkar á íslenska hópnum að það voru kannski 2/3 af gaurunum þarna inni skápakeis, giftir karlmenn sem lifa í allt öðru hlutverki með eiginkonu og börnum en stundar síðan kynlíf með öðrum karlmönnum þess fyrir utan. Ég er farin að halda það að eins og homarnir, lesbíurnar og transgender fólki eða komið langt í sinni meðvitund, sjálfsvirðingu og allir þeim pakka, þá held ég að tvíkynhneigða fólkið, bæði konurnar og karlarnir, séu komin styst. Ég held að þau eigi lengst í land með að ná áttum og berja í borðið. Í hinsegin göngunni fyrir þá tók Trans Ísland þátt í göngunni og ég var svolítið að stýra með því atriði og það var einmitt svolítið pólitískt atriði. Það atriði gekk svolítið út á það að sýna einhvern veginn fram á þessa fordóma sem að transfólk verið fyrir á Íslandi og gangan var einmitt svolítið svona gagnrýnd fyrir það að vera of pólitísk en þetta er í raun bara svolítið staðan eins og hann er í dag og fyrir okkur var þetta einmitt bara svolítið að sýna fram á að þetta er ekkert einhver svona taumlaus gleði alltaf endalaust og það er alveg ennþá vandamál sem þarf að pæla í og þetta er svona akkurat vettvangur sem við sáum fram á að við gætum vakið athygli á því að þetta er svo stór viðburður og bara ótrúlega gott tækifæri til að koma þessu málefni á framfæri. Þegar ég geng í gleðigöngu hinsegin daga þá koma alltaf einhver augnablik þar sem ég klökkna og bestu tárin. Þá er ég myndur á það hvað þessi leið kostaði mikla fórnir.
hvað margir létu lífið. Ómældi fjöldi vina minna hefur orðið alkóhólisma og geðveikja bráð vegna þess að viðkomandi fólk þoldi ekki álagið sem fólst í því að lifa í felum, nauðbeygt, vitandi vits að það var að gera sjálfur sér illt. Ég hugsa líka til þeirra rúmlega 30 félaga minna sem dóu úr alnæmi á 9. og 10. áratugnum áður en að lyf bárust. Menn sem talaðu að loka inn í einangrunarbúðum hér á Norðurlöndum vegna þess að þeir væru hættulegir samfélaginu, þeir væru smitberar og niðurlæging þeirra var slík að við sem tókum þátt í lífinu með þeim en lifðum af, við verðum aldrei sömu manneskjur aftur. Ég verð alla tíð pínulítið skekktur af kúun minni og vina minna, þó ég ber það ekki utan á mér hvern dag. Þess vegna finnst mér ægilega sárt þegar svona í henni almennu söguvitund dagana að fólk horfi fram hjá því hvað þetta var sár og löng barátta, hvað leiðin til mannvirðingar var löng og flókin. Gay-pride-gangan víðsvegar í flestum stórborgum í heiminum, London, Paris, New York, Berlín. Gangan búin að þróast út í það að vera einhvers konar stökkpallur fyrir svona kynlífstengda klúbbamenningu, næturklúbbamenningu. Það eins og hún komi út úr skelinni eða skríður úr holunni einn dag á ári og fari út í dagsbirtuna, keyri niður breiðgötur og verslunargötur í stórborginni og mætir fólk með börnin sín þangað. Nei, það gerist aldrei. Og þess vegna ekki hiss á því að réttindabaráttan sé kannski þyngri í vöfum í þessum stórborgum, jafnvel þótt stórborgina standa okkur nærri, að þá hefur baráttan verið mun þyngri í vöfum. Og svo nú líka hitt. Við tókum út fyrir það að leyfa auglýsingar í íslensku göngunni einfaldlega vegna þess að til dæmis þýsku gay-pride-göngurnar eru orðnar ein risastór bjór-auglýsing. Allur pólitíski broddurinn löngu farin úr göngunni. Þetta hræðilegt að standa þarna á þessari gangstétt og fylgjast með Becks og Heineken og svo Diet Coke bíl. Og einhverjir samkynhneigðir starfsmenn Diet Coke kasta í þig Diet Coke dósum. Allur pólitíski broddurinn farinn. Það náttúrulega að sjálfsögðu afskaplega mikilvægt að þessi ganga sem kannski svona þetta er einn af fáu vettvangurum og fáu dögunum á ári þar sem að hinsegin fólk hefur orðið og fær kannski að stunda sína sjálfstjáningu óáreitt og þeir sem að meirihluta verður að standa á hliðarlínunni að þegja, að þá skiptir það náttúrulega gríðarlega miklu máli að það séu ekki, að Coca-Cola-lestin sé ekki þar inni. Ég held að það sé mikill styrkleiki fyrir okkur að hafa náð að halda þessu svona. Ég held að það seti fókusinn einfaldlega bara miklu betur á það sem að gangan á í rauninni að gera. Frekar en að kannski það sem að stelur einn helst athyglinni sé einhver sem að dreifa þarna einhverjum auglýsingabæklingum eða gefa merktar vatnsflöskur eða hvað það er. Ég held að svo auglýsingamennska eigi alveg nægan vettvang annars staðar. Ég held að hún þurfi ekki að vera inn í þessu. Það er náttúrulega rosalega problematist þegar fyrirtæki einhvern veginn ætla sér að taka þátt í mannréttindabaráttu með því að selja vöru. Ég allavega flokka það ekki sem stuðning að eitthvað bjórfyrirtæki bruggi einhvern bjór og seti svo á hann regnbogalímiða og einhvern veginn ætli það sem eitthvað framlag í baráttuna. Sérstaklega þar sem að allur ágóði af þessari sölu rennur í
vasa fyrirtækinsins. Þetta er ekki stuðningur, þetta er markaðssetning, þetta er það að notfæra sér málstæðin til þess að græða. Og það er alls ekki stuðningur, það er það sem maður myndi kalla á ensku exploitation, hvað kallar maður á íslensku? Misnotkun, einmitt. Þetta er alls ekki stuðningur, það sem maður kallar misnotkun. Og við megum ekki gleyma því að Gay Pride-gangan er í grunninn pólitísk ganga. Mér finnst frábært að gangan sé núna að ná þessum stað að verða 50-50 pólitísk og svo gleðipartí. Af því við höfum svo sannlega ástæðu til að fagna. En sjáðu hvað gerist, sjáðu hvað það var sterkt að þetta var gleðigangur til að byrja með. Við höfum sko ástæðu til að gleðjast. Þessi rosalegi árangur sem hafði náðst á svona rosalega stuttum tíma, það var ekki ástæða til neins annars en að halda partí.